Verið hjartanlega velkomin aftur að skjánum kæru áhorfendur. Þetta sögumaðurinn sem heilsar ykkur hér í þessum þriðja og síðasta hluta aksjónunar miklu í þessari tökuferð austur á land. Eða ekki austur á land, réttara sagt austar á landið, svona réttum Faxaflóa miðum austar en Selfoss. Ég ætla að biðja ykkur að fylgjast vel með þættinum í dag og njóta hverrar einustu sekúndu því þetta lokakaflinn í þessum þríleik af Glacier Adventure þeirra beitverja. Já. Hörður á dillungnum? Hörður? Já, ég ætla bara að leyfa þér að vera hann í friði. En já, við erum að fara núna, við vorum að fá okkur að borða, eins úr berandanum, tæm úr skinnsóknum og erum að fara klukkan 2 í aðra ferð. Það svona ferð með fólki sem eru leikarar. Þetta semst fólk sem þessi starfsgrein, þetta fólk sem vinnur við það, þykjast vera annað fólk og þykjast vera að gera eitthvað sem að þau gera ekki dagstæðlega. En það svona þannig sem að leikarar virka og við erum semst búin að fá 10 svona leikara til þess að koma í ferð. Það þá í rauninni ekki fólk sem bara búin að borga sig í ferðina, heldur það fólk sem búið að fá í ferðina, leikara, og þeir eru sem sagt að fara að leika ferðina og við verðum leikstjórarnir. Þannig að það hljómar mjög vel, þá getum við svolítið stýrt því hvað fólki að gera. Nei, þetta ekki setor? Ríkalegur setor og hugsuga. Þá erum við hérna, hvaða rödd var þetta? Við erum allavega mættir hérna fyrir utan FAS. Málið nú nefnilega það að við erum með heimsendingaþjónustu hér á Höfn í Hornafirði. Já. En heimsendingaþjónustan fer eingöngu fram á Höfn í Hornafirði. Þetta svona derra sko. Það eru þín orð og látum þessi orð vera endirinn hér á annars ágætri færslu. Við þökkum fyrir áhorfið hér fyrir utan miðbæjarstrendur á Hornafirði og við höldum nú út úr bænum. Og ég bara virkilega þakkláttur fyrir það að vera að njóta nærveru þinnar í þessari löngu ferð. Já, og sama get ég sagt yður. Já, og það búið að vera mikill heiður að fá að vera aðnjótandi hér og sérstaklega þegar að þú áttir nú afmæli í gær. Nei, Þorsteinn. Minn var heiðurinn að fá að vera þess aðnjótandi að hafa þig meðferðis í öllum mínum förum þann daginn ég afmæli átti. Þegar þú varst getinn, elskulegur. Já, það nú bara þannig. Það nú bara þannig. Já. Við í beit, við gerum út húfur, við gerum það bara á Höfn. Nú erum við á leiðinni í bæinn. Ekki út úr þær. What? No hands. Ok, þetta reyndar sko búið að dælast. Já. En þegar ég var að dæla, no hands. Þetta ótrúlega, þetta alltaf kemur mann á óvart. Þetta svo þægilegt sko, af því að í staðin fyrir að leggja þetta hérna og maður þurfti alltaf að beygja sig til að sækja þetta. Já. Þá þetta bara hérna í akkurat hæð sem mjög þægilegt að taka þetta úr. Það mjög þreytandi að vera alltaf að beygja sig. Já. En nú sleppur maður alveg við það. Þarna gúrka og bananar. Ég tek upp hníf og sker hana mál. Hvar erum við staddir í lífinu akkurat núna? Í lífinu erum við bara á fínum stað sko. Já. Við erum bara búin að vera að vinna hjá okkur sjálfum í ár og gengur bara vel og alltaf að leita fleiri verkefnum. Ef þú ert með eitthvað verkefni að úti þá bara hafðu samband. En hins vegar erum við staddir á Hvolsvelli. Svona að þú ert að spá í staðsetningu á landinu. Já, ég var svolítið meira að pæla í því sko. Við erum hérna á Hlíðarenda, eins og þið sjáið, glöggir áhorfendur. Ég fór nú þarna inn og spurði hvort að Gunnar væri heima en hann var þar ekki. Hún Hallgerður, hún var bara reið. Hún sagði að Gunnar sagðist að farið út með rusli. Satt hún þarna inni og var bara að lesa Snorra-Eddu eða? Já, hvort hún gerði. Og nú skulum við sjá hvernig heimsókn Þorsteins fór á Hlíðarenda. Ég þarf nú ekki að sjá eftir því að hafa sett upp lonníetturnar í þetta skiptið. Þetta nú bara eins og albesta lesning sem ég hef á ævi minni upplifað.
að þetta hafi nú bara allt saman gerst. Já, góðan og bleysaðan dag! Þorsteinn heiti ég og er kvikmyndagerðarmaður og leikari og svona, fullt af hlutum, en ég ætlaði nú að spyrja þig einnar spurningar samt, hvort að hann Gunnar á Hlíðarenda var inni. Er hann hérna? Nei, en það er nú saga að segja frá því. Þetta hófst allt þar sem ég sat í kitru minni og las Snorra-Eddu eins og ég hef gert undanfarin 1000 ár. Fögru hlíðin, þungur hnífur. Tekið hef hvolpa 2 og hvað skal við þá gjöra? Ó Gunnar, þú mikli ástarfaðir himinhæða. Já, hafið þér mikla þökk fyrir það, kona. Mikill skörungur ertu og kemst gjarnan vel að máli. Mikið þykir mér til yðar koma, Gunnar. Þú ert mælskur maður og grannur, bæði af vitsmunum og afli. Hafðu mikla þökk fyrir hól þetta, kona. Hoppað hef ég hæð mína í öllum mínum fjötrum, en nú er kominn sá tími dags að ég held til kaupstaðar. Út vil ek. Gunnar sagði út vil ek. Hann til kaupstaðar hér. Og hann kom aldrei aftur. Og ég veit ekki hvar hann er. Og síðan sá ég hann aldrei meir.